En fyrst ætlum við að velta fyrir okkur af hverju konur flytja frekar á mölina heldur en karlar. Stærstu hluti strákarna sem voru með mér í bekk, þeir eru á Þórshöfn. Og eins og eru 2 stelpur úr bekknum mínum. Það er líka tiltölulega nýfluttar tilbaka. Þau voru 13 krakkarnir í bekknum hennar Evu Maríu Hilmarsdóttur í grunnskólanum á Þórshöfn. Eftir hann flutti hún til Akureyrar og fór í menntaskóla og eftir stúdentspróf flutti hún til Reykjavíkur eins og foreldrar hennar höfðu gert skömmu áður. Ég held að jafnvel þó að þau væru ennþá á Þórshöfn, þá held ég að ég hefði nú ekki farið þangað aftur. En hins vegar hefði það verið rosalega gott að hafa þau þar, þá hefði ég getað farið þangað oftar í fríum. Þetta er þróun sem búin að eiga sér stað alla 20. öldina að konur, þær hafa flutt, ungar konur sérstaklega, hafa flutt í meira mæli heldur en ungi kallar frá svona sem við kalla jaðarbyggðum eða svona afskekktari byggðum til stærri þéttbýliskjarna. Það er búið að talsvert fleiri konur en karlar í þéttbýlinu á höfuðborgarsvæðinu og hér á Akureyri. En nær allstaðar annars staðar eru karlmenn meirihluti íbúa. Konur sækja frekar langskólanám en karlar og þær sem búa langt frá skóla þurfa einfaldlega að flytja. Og síðan koma þær þó ekki tilbaka á meðan þá mennirnir sitja meira eftir með minni menntun og þá held ég að það ráðist einmitt af því að þeir geta fengið tekið meiri störf án þess að hafa mikla menntun. Allar stelpurnar þær kláruðu allavega eitthvað nám og strákarnir voru allir á einhverjum tímapunkti í námi en stærstu hluti þeirra fór aftur heim á einhverjum tímapunkti. Yfirgnæfandi meirihluti kvenna á landsbyggðinni er í einhvers konar þjónustustörfum, gjarnan í heilbrigðis- eða menntageiranum þar sem niðurskurðarhnífnum er beitt þegar þröngt er í búi. Síðustu 3 áratugi hefur atvinnuleysi kvenna á landsbyggðinni verið meira en atvinnuleysi karla, þó dæmið hafi reyndar snúist við eftir bankahrun. Árið 2008 gerði Félagsvísindastofnun könnun og í henni kom fram að laun kvenna á landsbyggðinni eru 28% lægri en laun karla fyrir sömu störf. Það er því kannski ekki furða að ungar konur skuli leita annað. Þegar talað er að fjölga störfum á landsbyggðinni er gjarnan vísað í stórframkvæmdir, að flytja opinber störf úr höfuðborgin út á land eða hvatt er til frumkvöðlastarfs og þeim skilaboðum hefur ekki síst verið beint til kvenna. Þessi umræða nýsköpun, hún lengst framan af, þá snerist hún fyrst og fremst það að konur sem hafði mist vinnun út á landi, að þær ættu að stofna fyrirtæki og skapa sér vinnu sjálfar. Til er fjöldi atvinnusköpunarsjóða sem hægt er að sækja styrki, en könnun á úthlutunum úr opinberum sjóðum sýnir að fleiri karlar fá styrki úr sjóðunum en konur og að karlar fá að jafnaði hærri styrk en konur. Það hefur verið meiri áhersla á það að veita styrki til fyrirtæki iðn- og tæknigreinum og þar eru karlar fjölmennir. Það hefur verið minni áhersla að styrkja þjónustu og verslunar fyrirtæki og þar eru konur mjög fjölmennar. Þannig að það getur verið ein skýringin af hverju fleiri karlar fá styrki. Og jafnframt er svo staðreynd að 20% fyrirtækja, aðeins 20% fyrirtækja á Íslandi eru í eigu kvenna. Hins vegar í sambandi við af hverju konur fá lægri styrki, það getur verið skýringin svo að flestir opinberir sjóðir fara fram á það að styrkþegi leggi fram jafn mikið fjármagn og styrkurinn er upp á. Og það að fyrirtæki í eigu kvenna eru oft smá að sniðum og með minni ársveldu heldur en fyrirtæki í eigu karla, leiðir þess að þær hafa kannski einfaldlega minna svigrúm til að leggja pening á móti og sækja þar að leiðandi lægri styrki. Sem svona viðbrögði atvinnuleysi, vegaframkvæmdir, hverjir vinna í vegaframkvæmdum. Það eru þetta fyrst og fremst karlmenn og það eru verktakafyrirtæki. Þannig að bæði ríkisstjórn og klappað upp af verkalýðshreyfingunni að það hefur verið að leggja fullt af peningum
í það sem við getum sagt dæmigerð karlastörf, að skapa þau sem viðbrögð við atvinnuleysi. Og þetta eru sko milljarðar og milljarðar ofan og það er einhvern veginn aldrei talað að það eru kallar. Þið bara finnið ykkur vinnu sjálfur, heldur að alltaf ríkið að koma og hjálpa þeim. Margir loka nánast eyrunum þegar þeir heyra minnst á hluti eins og jafnréttisáætlun. Fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar voru aðeins 60% sveitarfélaga með eina slíka, þó að það sé lagaskylda. En markmiðið með jafnréttisáætlunum er einmitt að gera það jafnfýsilegt fyrir konur og karla að búa og starfa í samfélagi. Það er kannski það sem vantar upp á sums staðar. Magnfríður telur að stjórnvöld líti á brottflutning ungra kvenna úr dreifbýli sem vandamál, því þá fari karlarnir líka og fólki fækki. En aftur á móti svona meira feministri nálgun að þá er litið á þetta sé spurning í raun og veru valda og hagsmunatengsl, það sé bara mikilvægt að skapa þannig samfélag að bæði konur og kallar vilji búa þar og líði vel þar. Ég hef sagt sko meira í gríni kannski en alvöru ef ég næ 5 manns með mér þá er ég tilbúin að flytja tilbaka. En ég hugsa að ég verð að standa við það ef að ég fæ 5 símtöl eftir þetta og þá hugsa ég að ég verð að láta fara.